Stór hópur fólks á höfuðborgarsvæðinu skynjar ekki lengur mikilvægi þess fyrir fólk á landsbyggðinni að hafa atvinnu. Þetta segir bæjarstjóri sveitarfélagsins Ölfuss umræðunum virkjanir þessa dagana. Hörð andstaða gegn virkjanaáformum á Hellisheiði hefur nú leitt til þess að búið að slá af Bitruvirkjun en leið eru framkvæmda áform í Þorlákshöfn í uppnámi. Ég held að þjóðin hafi það allt og gott eins og og það sé bara komin stór hópur fólks sem að kannski skynja það ekki að fyrir utan ákveði svæði höfuðborgarinn eru menn að reyna að skapa atvinnu fyrir fólki sitt og við erum að vinna hörðum höndum að því. Það er samdráttur í hefðbundnu landbúnaði, það er samdráttur í fiskveiðum og það er alveg ljóst að þar verður ekki sóknarfæri í framtíðinni, þannig að við erum að líta á ný atvinnutækifæri og erum að reyna að skoða það fyrir fólkið okkar og ég tel að ég sé ekki þeirri stöðu að geta sagt nei við öllum þeim tækifærum sem bjóðast og verða að skoða þau öll. Bæjarstjórinn kveðst einnig hugsi yfir afdrifum átöppunarverksmiðju fyrir vatn sem verið er að reisa í Ölfussi en umhverfisráðherra úrskurðaði fyrir helgi að vatnstakan þyrfti í umhverfismat eftir að sumarbústaðaeigandi lagði fram kæru. Kæruferlar eru svo óendanlegir og það getur hver og einn kært án þess að bera nokkra ábyrgð á því og það finnst mér kannski það sem að í þessu tilfelli einn aðili tekur sig til og kærir og það kostar fyrirtækið 10 milljónir og getur haft áhrif á framgangsverkefnisins. Mér finnst þetta ekki eðlilegur ferill.